heyrðu hingað kominn Magnús Þór Jónsson sem formaður Kennarasambandsins. Heyrðu Magnús, þú ert í einhverjum, ég veit ekki hvort þú sért hérna í Erjum eða hvort þessu Erjur gegn þér, en mér fannst hérna mogginn í morgun vera svolítið svakalegur, það sem að Inga Sæland, sem nú ráðherra þinn, menntamálaráðherra, talaði að ég svona óbreytt skólastefna myndi leiða til samfélagslegs hruns. Og einhver leyti beinist þetta að ykkur kennurum sem hafi líklega leitt uppbyggingu skólakerfisins eða hvað? Já, það má alveg segja það að það hefði kannski verið, ég held við þurfum ekki endilega að lyfta minni persónu, það er þetta búið að vera áhugaverð orðræða síðustu daga, leitt af annars vegar viðskiptaráði og hins vegar kannski röddum úr ráðuneytinu. Og það fram mikið í mogganum. Já, mjög mikið. Mogginn hefur verið öflugur í 4-5 fréttir á MBL á forsíðunni í hverju sinni. Já, rétt. Og auðvitað er það þannig að við höfum alveg verið að kalla eftir umræðum skólamál bara mjög lengi og ræðumstjórinn ekkert umræðum skólamál. En auðvitað er það þannig að vinkillinn er svolítið á það, einhvern veginn að þá leið að lyfta einhverju upp sem að fólk hefur svolítið verið að nota orðræður svo að kerfið eða kennar á forystann eða vísa ábyrgð á einhverja hluti sem eru svona svolítið pólitískir frasar sko. En þið hefur bara afleitt skólakerfið. Já. Þannig að þið eru ekki að kenna börnunum að lesa. Já, sko. Og þið þegar er gengið á ykkur með það að þá talið þið bara að börnunum líði vel og talið bara um eitthvað allt annað. Já. Sko, þetta er svona stemmingin. Já, þetta er stemmingin. Sko, svo við færum kannski aðeins orðaðina varandi til OECD. Nú er það bara þannig að til dæmis, og þetta tengist að læsinu, að það er vísað þannig í ákveðna setningu skýrslu OECD. En það hefur auðvitað verið þannig að fréttaflutningur hefur verið mjög einhliða. Að OECD er bara í ágætis sambandi við allavega kennarasambandið og við höfum verið bara í töluvert miklu sambandi við þann sem hefur leitt verkefnið á OECD, menntamálum, Andreas Lækjar. Við fulltrúar kennarasambandsins vorum með ráðuneytin úti í Íslandi fyrir nokkrum vikum og völdum það að fara þar á fund sem að OECD hélt stöðu skólakerfisins í Evrópu og PISA-prófið til dæmis. Það hefur verið flott við hefum kannski ef að fulltrúar ráðuneytis hefði komið með okkur á þann fund vegna þess að OECD hefur bara verið frekar opið það að íslensk skólakerfi sé á góðum stað. Þeir völdu sér það að halda hérna ráðstefnu 2025, stærstu svona menntamála ársráðstefnu sem heitir ISTP ári og voru þar horfa til þess að við værum að ná eftirtektarverðum árangri, það sem kæmi að til dæmis þrautsíu nemenda, sambandi nemenda og kennara. Þegar mogginn lesa það og við þetta ráð, Inga Sæland er að lesa skýrslur í OECD. Já. Lesur eitthvað allt annað. Já, og þess vegna höfum við nú dálítið bent á það, svona í gegnum síðustu árum, til dæmis var síðasta PISA-próf þegar því niðurstöður þess bárust, þá var hópur settur af stað af Áslaugu Örnu og Ásmundi sem voru þá háskóla og mennta og barnamálaráðherrar sem að menn lögðu bara töluvert mikla vinnu í. Samband íslenskra sveitarfélaga var með þessi ráðuneyti kennarasambandi opnir fundir með fræðimönnum þar sem menn vildu rýna í það því við viljum auðvitað komast lengra. Sú vinna var að mínu viti vel gerð en einhvern veginn hefur hún pínu skólast út. Sko, og svo er það svolítið verið að tala menn velja sér stundum hvað skrifa og ég leiði mér að vísa til dæmis í greina sem Sigríður Ólafsdóttir hefur skrifað þar sem hún er að benda á það að þegar við segjum svona setningu sem að við erum kannski ekki, við erum ekki glöð að þegar það er sett til dæmis fram að allt í nú komið 50% tala sem að ráðherrann vísaði sem að við reynda konumst ekki við, hún er lagði höldu við í PISA niðurstöðunum að 50% drengja kunni ekki að lesa. Þetta er auðvitað bara lesa sér til skilnings. Já, og þá svo kemur það umræða, það hefur verið bent á það fræðimönnum að það sem að menn er að vísa þarna til eru lestur fræðigreina, en því miður hefur umræðan oft farið þannig og fyrirsagnirnar sem hafa verið búnar til eru það að börn kunni ekki að lesa. Og það sem ég hef svolítið verið Þú ert að halda þig fram að þeir sem lesa skýrslunar get ekki lesið til skagns í skýrslum. Sko, PISA-prófið mælir heilu kerfin og PISA-prófið gerir þar kröfur til barna að það til dæmis að þau læra að lesa á milli línana. Þau þurfa að fara dýpra inn í hlutina heldur en kannski það sem að við köllum að læra að lesa og það er auðvitað bara orðið þannig að við erum að heyra raddir í okkar fólki því í sambandi við
gólfið hjá kennarsambandinu er bara mjög virt og við heyrum mikið í fólki þessa dagana, kennurum út á vettvangi sem eru bara miður sín út af þessari orðræðu sem eru þetta til dæmis að benda á það að staða í þessum lestri sem við höfum verið að tala er ekki það sem við erum að horfa í þegar við horfum í niðurstöðu PISA og þetta hefur alveg verið bent á en einhvern veginn þá Þú meinar að PISA dragi upp ykkur á mynd sem miklu verri heldur en að kennararnir PISA dregur upp PISA dregur upp mynd á því hvernig þessi fræðitekstar eru túlkaðir og við höfum til dæmis í þessum hópum sem var verið að ræða hérna síðast þá var til dæmis bara töluvert mikil umræða það hvernig menn getur náð lengra og þar var til dæmis að horfa til miðstigsins í grunnskólanum og þar getur við verið að styrkja eitthvað en svo einhvern veginn bara þegar við förum inn í svona orrahríð og fyrirsagnandir verða með þessum hætti að það hérna sé eitthvað samfélagslegt hrun sem þá eitthvað sem að og Andreas Lager var alls ekki að ræða við mig út í Íslandi og okkur í fullur að kennarsambandsins eða eitthvað gjá á milli eða hvað allt þá förum við í eitthvað svona fasa sem að ekkert uppbyggilegur og við höfum þetta bara áhyggjur á því ef við ætlum núna í einhvers konar pólitískum tilgangi við áttum okkur að það eru kosningar handan við hotnið farin á eitthvað svona stað sem að verður með þessum hætti þá sitjum við föst ofan í einhverjum skurði og við náttúrulega erum þarna við höfum verið að kalla eftir umræðu og hún hefur gengið að mörguleiti ágætlega hún við ákveðum nýjum stað þar sem að það verið að segja að við séum ekki til samtals sem að þetta bara ekki rétt það nú bara þannig ég hef aldrei, svo því ég tók við sem formaður kennarasambandsins, ekki mætt á fundi sem ráðuneytið hefur boðað og við höfum gengið eftir því að fá fundi með ráðuneytinu. Það er mikil umræða núna bókstaf og tölustafi. Ég þreytist ekkert á að segja það að bókstafir og tölustafir ekki nokkur ástæðis að rífast Þeir snúast fyrst og fremst það að við séum að meta börnin okkar með einhverjum hætti og að börnin skilji hvað við erum að tala og ef að bókstafir er það sem við viljum leggja út frá eða tölustafir, dýr eða litir, kvarðarnir sem eru notaðir, 4, 6, 7, 8 stiga kvarðar. Þetta að hluta af umræðu sem að verður fókusiruð á atriði sem eru kannski mínimalt ef við horfum aftur á það hvaða þjónustu við ætlum að veita. En Inga segir að þegar krakkarnir spurðir að þá vilja þeir fá tölustafi. Það má ekki bara gefa þeim tölustafi? Segir hún? Já, og tölustafir eru til dæmis veittir í framhaldsskólum landsins. Þannig við erum ekki kennarsamband ekki bara eitt skólastig. Tölustafir eru veittir í framhaldsskólum landsins og ég var skólastöri þegar við fórum úr tölustöðum yfir í bókstafi og það var alveg handleggur og verkefni því. Það sem aftur á móti fylgir þessu breyting á námskrá sem að þýðir það að við þurfum að setjast yfir það hvað fólk spyrja, enginn veit hvað einhverjum 8 stendur fyrir. Við höfum alveg bent á það að einhverjum 7 ekkit endilega skýrar en við vitum hvað það sem vantar upp á því það kannski það sem við höfum verið að benda á og bara það að alltaf fara einhverja breytingar með þeim hætti að menn enda steypi hlutunum á engum tíma, það auðvitað ekki ásættanlegt, við verðum að setjast yfir hlutina og börn eiga mér að skili heldur við sem að taka þetta einhverju fljótræði, en þetta svona dæmum og það þarf með þessi blásuð upp mikilvægi þess hvort þessi gefið svona og hræddur að það er oft að hafa augun á boltanum ef þetta boltin sem að minna alltaf að elda þá þetta að gera einhverja stórkostlegar glóríur í uppbyggingu skólakerfisins. Ég til dæmis okkur hjá kennarsambandinu og þessum erum að ræða grunnskólakerfi, við höfum bara verið algjörlega skýr á því að þegar bókstafirnir voru teknir upp, það var ákveðin umræðum það sem menn fóru inn í, það má svo sannarlega benda á það að það var ákveðin hlutur í innleggingunni það sem hefði getað farið betur. Ef við viljum fara aftur og skoða tölustafakerfi, þá þarf það að vera með þeim hætti að við metum þá þætti sem við viljum meta hjá börnum og það þetta það sem við höfum kannski verið skýrust með það að horfa til þess að annað sem við erum að tala að við séum að móti samræmdum mælingum, það bara beinlínis rangt. Kennarsambandið var hluti af þeim hópi sem að lagði upp með vinnu við matsferil, við aftur á móti og við viljum fá mælikvarða, það gott að við getum sótt í mælikvarða sem við sjáum hver nemandi stendur til dæmis, varðandi bara bekkinn sinn, landsmeðaltal, menn geta klárlega nýtt þær tölur í ekki verið, Magnús, að þeir sem að vilja fá tölustafina, að þeir vilja bara þú mælir hvað ég las mörg orð á mínútu, þeir vilja ekki vera að þú setja að meta það hvernig staðan mín í bekknum eða hvernig ég stend félagslega, þau bara vilja það ekki. Því að fókusin á bara að vera á það að kenna fólkinu að lesa
og reikna og hættu öllu hinu. Af því það bara einhver svona vinstri villa. Já, sko. Af því að einhver leiti, þetta ómur frá Bandaríkjunum, sko. Já, þetta hárrétt, Gunnar, með það. Þetta auðvitað búin að vera ákveðin umræða heimsvísu. Og til dæmis þessi umræða sem var hjá í þessum OECD-fundi, þar sem við vorum úti í, að umræðan akkurat nákvæmlega þessi. Hvað það sem við erum að kalla eftir? Við heyrum alveg í umræðinu, kennið þið bara að lesa, reikna og skrifa og annað skiptir ekki máli, svo þetta vísa. Og það bara eitthvað sem þá þarf að ræða það sem samfélag. Við Íslendingar höfum verið stoltir af því gegn tíðina að við höfum að horfa í fleira. Við erum svo þjóðsennlega allavega á Norðurlöndunum, þá myndi halda í heiminum sem leggur mest upp úr því að við séum að leggja inn listgreinar, verkgreinar, börnin okkar fái kennara sem eru faglega sterkir þegar kemur að þessu. Út í Norðurlöndunum hefur þetta mjög mikið fast bara inn á það að bekkjarkennarinn taki að sér bara eiginlega allt. Við höfum verið stolt af þessu svona sem dæmi og ég auðvitað kannski ekki síst áhyggjur af því og var svo leita mér upplýsinga gegnum það þess. Ég auðvitað, nú er komin 4 ár sem ég var sem skólastöri í stórum skóla í Reykjavík, að almennt þá það þannig að foreldrar eru ánægðir með skóla barnanna sína og í leikskólanum þeir alveg ekstra ánægðir í rauninni, bara heimsvísu og við erum einhvern veginn núna komin með eitthvað svona hjól það að óánægjan sé svona ríkjandi og við séum á villigötum og svo í einhverju skrýtnum veruleika þá svolítið talað það að kerfið einhvern veginn hafi leitt okkur eitthvað inn eða einhvers konar raddir innan einhverjar kennara forystu sem hafi ýtt fólki einhverja villur vegar. Þetta bara ekki svoleiðis í íslensku samfélagi. Við höfum borið gæfu til þess að þrýsta að færa skólana nær fólkinu sínu. Í dag það held ég nær undantekningu stanni að það einfalt að koma með athugasemdir ef að þú ert ósátt við eitthvað í skóla hjá börnunum þínum, skilurðu. Að við sem höfum unnið og það var að koma bara frekar stórum fundi þar sem að kennarar á skólastjórnum Reykjavíkur og hitta pólitíkus þá heyri ég stjórnmálumennina sem eru jafnvel úr þeim flokkum sem að kannski hafa haft sig mest í frammi varandi það einhvern við séum einhvern villigutum. Þeir hikuðu ekkert að segja já, það margt gott gert, en það hefur einhvern veginn dálítið verið ýtt úr umferðinni og þegar við bendum á það að Íslands samfélag hafi verið að teygja sig inn í svona eitthvað sáttmál það, hvernig við viljum gera hlutina og þá einmitt horfa meira heldur en bara eina afmarkaða bóklega greind sem að fyrir 20 árum raðaði fólki inn í ákveðin ám sem var, það var ákveðin svona selektív leið sem að hugnaðist ákveðnum styrkleikum. Svo völdum við það að segja að það að vera með félagslega sterkt bakland sem að gat keypt fyrir mig einkakennslu í einhverju ákveðnum fræðum, það að kunna lesa íslenskuna Gísla Sögu Súrssonar sem var þar ég var í skóla. Þessar greindir máttu við ekki lengur vera það sem ríkjandi fyrir okkur og í nútíma samfélagi þá höfum við bent á það að jafnvel ennþá frekar núna þegar við erum með ungu kennaran okkar og fólki sem að fara lengst í því að koma til móts við ólíkar þarfir barna sem við höfum kallað eftir, þá getum við ekki alltaf að vera fyrsta ríkið í heiminum sem að hendir okkur tilbaka einhverja áratugi í einhverju nostalgískri leit að einhverjum raunveruleika sem þú sér sem að kjarnar það að verkefni sé einfalt. Það á ekki vera þannig. En að segja að það sem að drífur þessa gagnrýni áfram sem meðal annars fólk sem að saknar þess að það voru svona elítu skólar á besti bekkur og tossabekkur og allt slíkt. Það sem að við, okkar fólk, börnum mín, gátu gengið að því og nú oft talað svona elítu skóla að þetta sé fólk eiginlega að kaupa sig inn í tengslanett sem að dugar þeim síðan á ævina. Það betra að hafa verið í MR heldur en að hafa verið í FA fjölbrautaskólanum í Ármúla, segjum, sem tökum sem dæmi, að það sé eitthvað svona hugmyndir sem að drífi einhvern veginn gagnrýnin á skólakerfið áfram. Ég ætla ekki að gera lítið úr því að og aukaspurning, ekki Inga Sæland skrítin talsmaður þessa? Ég ætla alls ekki að gera lítið úr því að ég kom inn í skóla 1994, búin að vera samfellt inn í þessi 94 í þessu starfi.
ætla bara aldrei á nokkurn hátt að reyna að gera lítið úr því að okkar mikilvægasta verkefni er að skila börnum læsum út í lífið og þessar tölur sem að hafa verið að færast niður við PISA er eitthvað sem við horfum til. En það er kannski erum við að taka full stórt til orða að lýsa því að sé einhvern veginn svona drífandi kraftur, en það er þannig að í umræðin í dag sem dálítið miðar að því að við ætlum að fara að færa okkur tilbaka í einhver kerfi, þá er hættan einmitt svo að þar séum við að horfa til ákveðna þáttar sem að við sem erum á þessum aldri hérna og okkar aldri og svona þess yngri sem þekkjum bara gamla kerfið í einhverju svona leitað einhverjum sannleika, einhverju óöryggi, að þá sé það leitin sem átt að skila einhverju. En ég náttúrulega var líka inn í skóla á þeim tíma og við höfum alveg bent á það, þetta snýst þetta rosa mikið þess að þú segir rauðunni í framhaldsskólana. Við erum í dag með besta árangur í rauninni varandi það að krakkar fá að velja sér skóli í framhaldsskóla. Við höfum haldið tölfaröðum það var aldrei gengið betur en haust að krakkar fái þann skóla sem við vilji og eitthvað 7% sem lenda í þessu þriðja vali sem er erfitt. Ef við breytum kerfinu þá mun það ekkert breyta því að það verði einhver 7% sem mun ekki fá skólan sinn, því kerfisbreytingin mun ekki leiða neitt, en það verður einhver önnur 7% og við erum svolítið verið að benda á það ef við ætlum að fara í einhverjar kollsteypur sem við ætlum að taka út frá einhverju öðru heldur en hagsmunum þessara barna, þá erum við einhverju skrítin leið. Þannig að við höfum bent á það að við höfum verið að þróa skólastarf og við höfum verið á þeim stað að vilja gera vel við öll börn. Í dag er það þannig að börn er rétt á framhaldsskóla vist til 18 ára aldurs. Það er auðvitað verkefni því að við viljum ekki dæma börnin í skóla til þess að horfa bara á veggina. Við þurfum að koma til móts við hvert einasta íslenska barn fram til 18 aldurs, það var bara þeirra réttur. Þá varð til kerfi sem að sagði, heyrðu, nú þurfum við að koma öllum inn, við getum ekki sagt eins og þegar við vorum í þessu, út fellur á landsprófi, fellur á samrönduprófi, út bara fallum í 4,9 og fer hérna í einhverja 0 fanga, já, það fer á sjóin. Þetta er bara ekki samfélag sem við erum inn í og þess vegna höfum við verið að kalla eftir því og köllum ennþá eftir því að við setjumst yfir umræðuna því við höfum alveg skoðanir á því hvernig við getum gert margt betur en skyndilausnir sem er að virka núna með að fara í einhverja aðra hluti, það er ekkert endilega að virka og þá segi ég aftur, þá snýst það ekki hvort að barn sem stendur sér vel fær 10 eða A eða barn sem nær ekki með viðmiðum fær D eða 4 heldur hvernig höfum við komið þessu barni þangað og hvernig þú að meta það sko. En hafa verið svona breytingar á framhaldsskólanum á undanförnum árum þannig að kannski ef ég tala aftur út frá svona sem elitisti að elituskólarnir hafa þynnst út að það sé ekki bara þeir sem fengu allra bestu voru allir bestir í að lesa og reikna og tala ensku og dönsku að þeir raði sér í MR og Versló. Sko, það hefur orðið bara töluverð breyting og ég ætla að leyfa mér að vitna til dæmis í notar orðið eldurskóli og það er eitthvað sem hefur fengið bara ágæti stimpil í samfélaginu þó ég viti það að skóla séu viðkvæmir fyrir því að vera kallar eitthvað svona eldurskóla. Þetta er líka komið fram í rannsóknum meðal annars val á hverfum. Akkúrat, og var að Berglind Rós vinkona mín og fleiri hafa verið að benda á þetta en það sem hefur akkúrat gerst er það að þegar að menn hafa farið út í það að hugsa með sér við þurfum hérna pláss fyrir alla og þá ætla ég að nefna til dæmis bara 2 svona leiðir sem ég þekki vel bara út frá persónulegri reynslu að vera til dæmis komið með afreksíþróttasviðin í skóla eins og er í menntaskólum í Kópavogi, komið með stóra mikla listabraut í fjölbrautaskólanum í Garðabæ. Þýddi það allt í einu að þar allt í einu varð mikil eftirspurn eftir námsframboði. Krakkar vildu komast inn í þessa skóla vegna þess að íþróttaafreksfólkið fær þarna ákveðin sveigjanleika sem að þeir fá ekki í öðrum skólum og í listabrautinu í FG hefur verið svona undirbúningur undir listnám. Þetta breytti og þarna voru þessir skólar að koma til móts við einhverja þörf sem að þeir greindu í kringum sig einmitt bara held ég nokkuð nánu samtali við sitt samfélag og þetta þýddi þetta breyting. Svo getum við farið út á land þar sem við erum með skóla austur á Skaftafellssýslu þar sem við erum með leiðsöguskólan fólkið sem er í Fjallabyggð hefur verið að horfa til fjarnámsáfanga sem hafa verið að koma til móts við þessu hluti. Hver ætti að vera óánægður með þessa þróun? Mér fannst þess að vera að segja að það var eitthvað þróun sem hefur verið undanfarin ár sem að veldur því að sumum finnst það eins og sé verið að það sé ekki eins og gott og var í gamla daga þegar við vorum með þetta. Já, sko, það sem umræðan hefur of mikið snúist að okkar mat er það að þessi mælikvarði út úr grunnskólanum umræðan snýst rosa mikið það að einhvernagjöfin sem hefur verið með einhverjum hætti þau þurfa að breyta henni svo að verði eitthvað jafnræði. Það náttúrulega er ekki nóg því að meðan við erum að horfa til að meta alls konar þetta þá er það aftur huglegast mat kennara hvort að barn fær þá 10 eða 9 eða 8 eða 6 skilur en
það þannig að í þeirri umræðu þá einhvern veginn verið dálítið horft til þess að börn þurfa að geta staðið jafnfætis til þess að komast inn í einhverja ákveðna skóla. Og ég hef nú meiri sér leyft mér að vera í þau miklu samtali við þá skóla sem eru vinsalastir og þeir eru bara komnir með ákveði kerfi sem að þeir telja enga ástæðu til þess að laga til að breyta. En það þannig að þessi umræða hefur snúist með þessum hætti og svo það hefur komið líka umræða það í þessu tengt sem að bara hefur meðal annars byrst aðeins í Morgunblaðinu og hefur alveg komið á fleiri stöðum að hvort að framhaldsskólinn eigi að vera fyrir alla. Og það þetta bara grundvallar spurningin sem að við höfum hygglust tekið undir með því að nú það bara þannig að börn eiga réttarskólavist til 18 ára aldurs. Það hefur alveg verið umræðan það hvort við eigum að færa bara skólaskilduna eitthvað upp. Það þýðir það að við sem samfélag verðum að horfa til þess að börn fái verkefni við hæfi, sko. Og það auðvitað einu umræða sem að verður svona hliðar umræða þessu öllu sem að hefur auðvitað komið upp að stúdentsprófið hafi verið gjaldfellt. Það hefur alveg komið líka. Við erum ekki sammála því. Það hefur aftur á móti verið og þetta var samfélagslegu vilji að við færum á þennan stað að börnun okkar ættu öll rétt á að fara í skóla en við ættum ekki að fara í kerfi sem velur einhverja út úr þeim skólum og þau lönd sem eru ennþá þar við þurfum bara að horfa til Bretlands þetta er náttúrulega pólitísk afstaða sem verður aldrei fullkomið fríður alveg sama þótt að þú segir við höfum verið stolt af þessu það alls konar lið hérna sem er bara ekki stolt af þessu bara finnst þetta að vera algjört eitur og það sem við erum auðvitað að tala þegar menn fara einmitt að ræða til dæmis samrenguna aftur bókstafir, tölustafir, það bara ekki málið. Þá það bara dálítið þegar börn eru bara dálítið miklu meira heldur en okkar mati heldur en niðurstöðu í einhverju einum þætti eða einum prófi. Og það var auðvitað breytingin í námskránum á sínum tíma í öllum skólastöðum, leikskóla, grunnskóla, framhaldsskóla, að menn ættu að fara núna í það að horfa til ólíkra þátt og ólíkra styrkleika barna. Það pólitísk umræða líka. Það bara pólitísk umræða að segja nú ætlum við ekki bara að sjá þá sem að fengu ég veit ekki hvort það var, ég held að hann verið bókstafur í landsprófinu, ég fekk tölustæfi í mínu samrændaprófum að það sé ekki þannig að bara sá sem að getur tekið Laxness og Kvíslasögu upp á 10 hann fari þá á þennan stað vegna þess að við höfum verið að auka flóruna og þá leyfi ég mér nú að benda á það sem OECD hefur líka sagt og bara verið mjög skýr bæði við okkur í öllum samtölum að farsæld skólakerfisins nú yfirleitt bara farsæld samfélagsins og við höfum nú svolítið verið að benda á það að Íslendingar höfum bara náð býsna góðum árangri undanfarin ár og við höfum náð til dæmis að fjölga nemendum sem að ná að ljúka framhaldsnámi við erum með frekar hátt hlutfall í háskóla, við erum með samfélag sem hefur náð fínni fótfestu það byggir á því að við höfum stöndum okkur vel í listum já, og það eitthvað sem við höfum svolítið verið að betur heldur en business til dæmis já, að við getum ekki einhvern veginn slitið þetta úr samhenginu sko. En ég dæmist til þess að vera elitistinn og ég segi Magnús, ertu í alveg að halda þér fram að ég eigi skilið að fara í menntaskóla? Ég er varla læs. Þú veist, ég get ekki lesið með til gagns kennslubækur í eðlisfræði eða starffræði eða félagsfræði. Akkur á ég eitthvað að vera en í menntaskóla? Akkur ekki bara komið til mín og sagt sorry Smári minn, þú bara dast einhvers staðar af vagninum og þú ekkert að gera þarna. Þú bara tefja tíma kennarans og samnemenda þína. Farðu bara heim og ef þú kemst ekki á sjóin bara gerðu eitthvað annað, farðu bara út blöð Takk fyrir þetta, nú ætlum ég að fá að vera bara mjög sammála menntamálaráðherranum mínum því við getum líka verið ósammála að hún hefur, þú vísar þessi áðan að Inga Sæland hefur talað fyrir því að fólk sé allir eigi að geta farið í gegnum ákveðin á og þar erum við bara mjög sammála við erum mjög sammála ég vil bara heyra rökin Já, rökin eru auðvitað bara í fyrst og síðast þau og það geti vísað bæði í Bretlandseyjar og lönd sem eru þar að samfélagslega hugsunin þarf að vera svo að við ætlum börnum hlutverki í samfélaginu og það var alveg þannig að fyrir 30 árum og 40-50 árum þá var þetta samfélag okkar með þeim hætti að mjög margir bara mínum kollegum og mínum aldri fóru út úr skóla eftir einhvers konar fallega jafnvel þó þeir hafi náð samrændaprófinu fóru til hliðar, fóru í einhverja vinnu og nýttu sér einhverja aðra þætti svo verða hér breytingar sem ekki bara skólinn hluta, þetta bara samfélagið allt segir við ætlum að víkka þá flóru nemenda sem að eiga að fá rétt á við í framhaldsskóla bara í framhaldsnámi og þar verður þessi umræð
ólíka þætti, heldur bara, ég ætla ekki að tala illa Laxness, heldur Íslandslökan, Gísla Saga Súrssonar og almenn brot skilið þér einhverjum svona elítískum réttindum. Þannig að það sem við erum að horfa núna og það sem ég myndi segja við þig Gunnar Smári sem ert á þessum stað sem þú lýstir, vegna þess að við eigum sem samfélag, sem skóli, að keyra áfram inn til þín þangað til við finnum stað sem við getum hjálpað þér þegar þú kemur út úr skólanum okkar 18 ára að vera komin á stað í samfélaginu þar sem þér líður vel og við nýtum ykkar kraft eða þín kraft og það er auðvitað bara nýtt. En kannski líður mér bara best ef ég fæ að vera hérna í svona glerbúri á einhverju gröfu og grafa. Þú býður mér ekki upp á það í skólanum. Þú lætur mér sita á rassinum að lesa sko Laxness sem að bara ótrúlega fólk gengst við í dag að hafa ekki lesið sko áratugum saman. Bara gott dæmi. Bara þetta er gott dæmi vegna það er líka breyting. Þegar ég var í sveitinni þá lág ég ekki að tekja meira próf þegar ég tók dráttarlega sko. Það var þetta ekkert mál. Í dag til dæmis bara hlutir svo meira próf að það fara á vinnuvéréttindi, bara mjög mikið mál. Og það er þetta bara eitt af því sem við höfum til dæmis bent á. Þannig ég þarf að lesa til þess að ná. Og það er náttúrulega bara bæði reynsla og við líka alveg rætt að því mjög margir kennarar, sem mögukennarar í liðastarfi, mjög mikið af strákunum okkar ná bóklegaprófinu í fyrstu áfanganum þó að þeir eigi erfitt með að lesa sér til gagns í PISA-prófinu, svona sem dæmi. En þetta er bara nákvæmlega máli og þetta er það sem menn hafa verið að horfa til og við Inga höfum verið sammála þetta að það eigi einhvern veginn að reyna að finna einhverja fleti núna og það þarf að vera næsta skrefið okkar því það er alveg rétt hjá henni og okkur fleirum sem erum að benda á það að við erum ekki ennþá kannski komin þangað sem að sum lönd eru komin. Atvinnulífið þarf að vera með okkur í því að til dæmis í Mið-Evrópu þá getur þú farið inn á svona hálfgerða lærlingsbraut í iðngrein sem að gefur þér ákveðin réttind og jafnvel ákveðin laun. Það er bara hvatakerfi sem að hefur lengi verið talað fyrir á ákveðnum skólum á Íslandi. En er ekki gamla nemakerfið þar sem að... Jú, það er til dæmis frekar illa farið. Fólk vann á skítalögn. Akkúrat. Og nemalaunin, það er og vissulega í gangi einhvern nátt. Við þurfum að fjölga, ég held að það sé alveg skýrt og klár, við þurfum að fjölga þeim tækifærum en að hluta til hefur það birst í því að framhaldsskólar hafa verið að horfa til þáttar sem að hjálpa börnum við það að komast áfram. Það ertu þá ávið með nemakerfi er það að ég geti verið í einhverju námi á þess að sýta hann á rassinum eins og ég var að lýsa. Já, akkurat. Þannig að það sé viðurkennt sem námsbraut, eitthvað annað heldur en að... Eitthvað styttri námsbraut, við erum auðvitað ennþá dálítið að díla við breytingar sem voru að mínu viti látna ganga og fratti yfir og ekki nægilega hugsað varandi það að einhvern veginn að gera það autopilot að framhaldsskólanám færi niður í 3 ár sem þýðir það að það er tölvert þar sem fólk þarf að leggja á sig vegna þess að námið var ekkert stytt sem þýtti heilt ár heldur bara hluti þjappa meira saman gögnunum og við rekum okkur alveg á það að fyrir mörg börn er það mjög erfitt að klára stúdentspróf á 3 árum og pressan í samfélaginu sem við erum að tala varðandi bara einkunnagjöfina í framhaldsskólanum er það að klára þetta stúdentspróf á 3 árum þó menn geti nota fleiri ár til þess þó svo pressa orðið og skrefið núna þarf einhvern veginn að vera þannig að við komum til móts við það að þetta er máli, við ætlum að segja við öll 18 ára börn því að eigið hér greiðastað í skólakerfinu til 18 ára aldurs og þá þurfum við að vera tilbúin að hugsa ekki út fyrir kassan og okkur langar í þetta samtal, okkur langar í mörg fleiri samtal sem byggja á því að við verðum betri og þá er oft, ég fá að orða það, þá er það leitt að menn fara hún í einhvern svona ala einhvern kálf hérna út fyrir utan vegginn sem er til þessi eins fallin að stangi allar átti. Það er ekki gott. Getur það ekki bara verið vegna þess að vorum að segja áðan að það er ekkert fullkomin sátt í samfélaginu með þessi svona megi markmið og þessa afstöðu sem þú ert að lýsa og þú ert stoltur af. Það er ekki og kannski var það þannig að skólakerfi fór bara svolítið langt í þess áttina án þess að væri ríkt samtal í samfélaginu það og þá bara springur það upp eftir verið tekið sem dæmi hins svokölluðu bakslög til dæmis hjá samkynnuðum og transfólki verið sérstaklega bent á það að sko lagalegu réttindi hafi komið svo hratt eins og opinberu réttindi án þess að hafi verið kannski svo langa umræði í samfélaginu sem var meðal sko homo og lesbía þetta er svona dæmi þetta má ekki vera og það sé gagnrýni á því að þið hafi bara farið með kerfið á öllum þessu fundum í Íslandi með OECD með það einhvern á stað þar sem að þið eru búin að tala ykkur inn á ykkur svona markmið og eru ánægð með það og stolt af því sem að við hinn bara mistum af. Já, það er samt, við fáum adressi það. Og við fáum svo bara PISA-skýrslur og sjáum að þið eru að kippa að kæra út af ykkur stað. Það er svolítið skrítið og OECD býr til PISA-skýrslun og segir Ísland er að standa sér vel í mörgum þáttum en við ætlum ekki að
tala þá sem samfélag. Sko, ég held að það sé bara alveg hárrétt hjá þér, Gunnar, að sko, umræðan akkúrat hvað vill samfélagið og við höfum algjörlega verið að kalla eftir því. Ég hef gegnum mörg viðtöl bent til dæmis á það að Íslendingum eitt af því sem okkur vantar mjög, það langtíma hugsun og rannsóknir og við þurfum að efla rannsóknir að mínu viti okkar eigin rannsóknir á skólastarfinu. Ég ætla ekki að tala neitt niður erlent samstarf og þú sé ekki alveg gaman að stjórnmálin ekki alltaf Evrópusinnið en þau Evrópusinnið þegar kemur að PISA, svo það sé nú sagt en ég hef alveg bent á það að við þurfum að vera með svona mælanleg gögn, við þurfum að átta okkur að hvað að gera og við þurfum að horfa til lengri tíma og við erum bara ekki góðið í. Við hefum þetta ekki gert rannsókn á því afraksturinn að því að stytta fram að skólanum til dæmis. Það er alveg ævintýralegt að gera svona stóra breytingu en ekki kanna það. Það er bara gott dæmi, Gunnar. Annars sem að við heyrum, sem að við höfum verið að kalla eftir upplýsingum, að það, til dæmis sú breyting, hún er ekki þýtt það að til dæmis útskrift úr bachelornámi eða meistaranámi, það hafi eitthvað færst til. Þannig að tilnefningin sé svo að krakkarnir klára framhaldsskólan árið fyrr, en svo fara þau í lýðháskóla eða fara bara að vinna, eru bara dálítið eftir þetta 3 ára nám. Þannig að hugmyndin uppalum það einhvern veginn að koma þeim fyrir út í atvinnulífið, hún virðist ekki vera að skila sér. Og þarna verðum við að gera svo miklu betur og við verðum að fara þegar við fáum niðurstöður eins og PISA sem mér fannst við vera komin á eitthvað stað síðast við ætlum að fara einhverja mælingar, við ætlum að setja hérna einhverja vörður til þess að horfa til lengri tíma því að það þarf að vera þar hefum við verið mjög skýr með það eru ákveðna mælingar það eru ánægi mælingar í flestum samfélögum í Íslandi varðandi grunnskóla og leikskólan það er áfangamat í framhaldsskólum sem nemendur gera sjálfir eftir hvern einasta áfanga það er fullt af upplýsingum sem við gætum nýtt okkur ef við vildum dálítið kafa en við erum einhvern veginn núna og þess vegna er svona umræða þar sem að við svona ölum á einhverjum fyrirsögnum sem að rista, svo eru kannski 3 efnisgreinir í setningun en fyrirsögnin verður yfirskriftin. Við lifum bara Trump-tíma þar sem að skoðun skiptir miklu meira máli eftir rannsókn. Já, og það er kannski eitt máli sem að mér finnst stundum einhvern veginn tínast í þýðingun alltaf að endurtaka það, ég ætla að lefa mig bara að segja það er bara ekki rétt eftir haft eins og ráðherra hefur kannski sagt að það sé ekki hægt að tala við kennarasambandið eða kennarafórustuna neitt, það er bara ekki rétt við erum bara tilbúin í eiginlega öll samtöl sem eru, en við viljum auðvitað hafa því með ákveðnum hætti, ákveðnum formi þannig við getum verið að byggja á eitthvað samstarf það. Áttu við að hún segi að þið viljið ekki tala við sig að hún sé eiginlega merkja að þið viljið ekki vera sammálaðni? Ég á fundum sem að við höfum átt með ráðuneytinu þá hefur verið sammálum með margt og ósammálum annað en ég bara þú veist, það einhvern veginn að lyfta upp einhverju svona annari umræðu eða einhvern veginn að teikna það upp einhvern veginn að vandinn sem að liggi hafi verið óhreyfður í áratugi og nú sé eitthvað annað í gangi og að kerfið hafi einhvern veginn stoppað eitthvað af þú þarft ekki að fara nema bara út í næsta grunnskóla eða leikskóla eða út í næsta samfélag og spurja hvernig hefur þetta verið og þá myndu komast að því að í öllum skólum landsins verið að vinna alls konar þróunarstarf, það er verið að horfa og rýna og þetta er bara ekki rétt og það að segja það einhvern veginn að það með ekki tala neitt, það er bara ég auglýsi bara eftir því að einhvern tímann hafi fulltrúar kennarasambands ekki mætt til funda við nokkurn einasta mann í ríkisstjórninni því að auðvitað er þetta ekki bara menntamálaráðherrans eða menntakerfisins. Það sem við erum að tala Gunnar Smári samfélagið, það þarf að hafa miklu víðari grunn heldur en bara menntamálandið. Það er að Kristrún og Þorgerður sem eru að leiða ríkisstjórn og eru inn í sambandi sveitafélag að koma inn í þessu umræðu og segja hvað viljum við gera því að þetta má ekki vera hvað Magga finnst eða Ingu finnst. Þetta verður að vera samfélagsleg umræða og þá er pólitíska ábyrgðin hjá allri ríkisstjórninni og eru inn öllu þingin og öllu sveitastjórnunum. Einhverjum hlutað vegna þá tala svo mest framhaldsskólan. Og það er bara þannig að skólamálin eru svo breið og víð og við komum aldrei í gegnum það allt saman í einu viðtali og við bara stöldrum að því að það var áhugavert sem svo það segja. En ef ég leik aftur hann að elítistan, þá myndi hann segja, Maggi minn, þú getur talað skóla fyrir alla, framhaldsskóla fyrir alla og við þurfum að vera þar einhvern veginn að geta tekið á móti fólki sem að getur ekki lesið til gags og eitthvað fleira, því að það er eitthvað samkomulag á það. En það er ekki málið, sko. Við viljum það að þú og því kennarar komið með krakkana miklu betra undirbúna þegar þau koma þarna. Þannig að við ætlum ekki að fara að aðlaga framhaldsskólakerfið að ónýtum grunnskóla. Þú ert að laga grunnskólan. Já, þetta er alveg heiðarleg spurning hjá elítistarum, svo þú spyrjað. Og þar aftur
það þannig að ég bara hafandi verið inn í þessu kerfi síðan 1994, þá hefur þessi umræða verið viðvarandi síðan þá og það hafa verið gegnum þessi þetta var ákveðið, það er ákveðið svona skil á milli þegar sveitarfélögin taka við grunnskólanum sem þýðir það verður ákveðin dreifstjórn sem fyrir gang, það þýðir það er ekki lengur einn sem að ríkir yfir og ræður, þannig að sveitarfélögin fengu ákveðið frjálsræði til þess að búa til sína skóla og ég held að það hefur nú verið svona, það gekk á ýmsu og menn voru lengi af stað. Ég aftur á móti kalla alveg eftir því að við séum líka heiðarlega í þeirri umræðu og veltum fyrir okkur hvar við viljum bæta, hvað við viljum gera betur. Við höfum bent á þætti sem að við teljum að við gætum náð miklu lengra með og þar erum við auðvitað að horfa til bekkjarstarða. Inga, við höfum verið sammála það við Inga að við erum doldið að leggja mikið og með okkar kannanir sína það álag í kennarastarfinu eru út á hópastarfum og svona samsetningu, breytingu þeim viðfangsefnum sem kennarinn fær á gólf til sín. Þar höfum við verið bara í ágætu samtali höfum viljað benda á það sem ákveðna breytu. Við erum líka ekki góðið því sem samfélag að taka svona bestu lausnir sem eru við svörum með hann og einn skýrsla sem ég gaf út að taka bestu lausnir og yfirfæra við gengur vel í þessum skóla, við þurfum að vera betri yfirfæran þarna og þarna held ég að við höfum verið til dæmis ég ætla bara að segja mína skoðun á því allavega að þarna held ég að lengi vel hafi sveitarfélögin doldi verið að draga lappirnar og jafnvel skólanir innan stærri sveitarfélagana að menn voru einhvern veginn svolítið bara búa sér til sína einingu út frá sínum hlutum en við þurfum klárlega að fá meiri heildarsýn og þar aftur segi ég, svo ég haldi áfram að vera eitthvað rispu plata, þar var að þvílutinni til að vont að missa samræmdaprófið til dæmis út í 4., 7. og 9. bekk. Ekki það að prófið hafi endilega uppfyllt allar okkar væntingar eða vonir, en það aftur á móti var einhvers konar mæling og það skiptir ótrúlega miklu máli þegar svoleiðis mæling kemur og nú að koma fyrsta mælingur matseðlinum að þá verður það ekki einhvern veginn svona deildartabla sem segir það allir hafa það svo gott í Breiðholtinu en vont í Fossvoginum eða öfugt, heldur að við séum okkur, hérna erum við komið með einhverja mælikvarða sem við getum nýtt okkur til þess einmitt að skila börnum betur því að ég hef útskrifað sem skólastjóri í 20 ár nemendur og ég vil að hver einasti þeirra komið þannig út úr skólanum mínum og þeir geti nýtt sér nám. Það er krafan sko. Og þá er það eitthvað litið að segja að svona valddreifingi sem að verður með því að flytja grunnskólana yfir til sveitarfélagana að það nýtist ekki vegna þess að svona best practices að það sem að gengur vel, það flyst ekki á milli, þannig að við fáum eiginlega gallana af dreifingunni en ekki kostana það sem allir eru að leita lausnum og við grípum þá sem að gengur best. Ég held við séum komin á allt annað stað heldur en bara fyrir 15 árum. Ég ætla að leyfa mér að segja það fyrir 15 í tengslu við nýju námskrárna þá var svona eitt af því sem var rætt nú þarf hvert samfélag að setja sér skólastefnu og menn voru mjög misjafnlega vegkomnir með það. Og það var alveg klárlega þannig og er svo sem enn þá að það er ólíkar skólastefnur eftir samfélögum en mér fannst og ég ætla bara að fá að fullyrða það að þegar menn settust niður og voru ekki lengur bara einhvern að horfa inn í sín eigin ranni, sín eigin dal að þá verður einhver umræðin þá hvernig erum við að gera þetta hérna og afgerðum getum við lært og við getum verið betri í því. Þannig að ég held að við séum á síðustu 10 árum komin lengra og þess vegna kallaði ég eftir því hérna áðan að til dæmis fyrst mér, menntamálaráðuneytið hefur skyldum að gegna en sko sveitarfélögin í landinu sem að reka leik- og grunnskólana að mínu viti þurfa að vera miklu virkari í því að meta hvað þarf, vera miklu virkari í því hvað þeir vilja fá inn og auðvitað með samfélagslegu samtali sem ég veit að gengur í mörgum sveitarfélögum, ég get nefnt sveitarfélögum sem hafa lagt bara mikla vinnu í samfélagslegt samtali skólan sinn og fært hann svo út frá því samfélagslega samtali. Það er það sem við viljum sjá verða miklu sterkara og að svona stefnumótun og sýnin á landsvísu þurfa að vera miklu sterkara og við sem erum búum í stærri samfélögunum, við getum líka hort í nafnana okkur það hvernig okkur hefur gengið að sameina Reykjavíkurskólann að horfa til hvernig það er því þar getur verið mikið misræmið. Það hefur batnað en það eru svona hlutir sem að við höfum viljað benda á sem við vildum fá að taka inn í umræðuna og þá ekki út frá því hvar þú lendir í deildatöflunni í samræmdarprófinu í 9. bekk eða matsferðlinum í 10. bekk. Heldur bara þar eru upplýsingar sem að gefa þér færi á því að svona strömlínu laga þig að því að þú náir betri árangri. Því að kennarar mæta okkur einasta degi í vinnuna sína og ég ætla bara að vera tala fyrir mínu liði. Sko. Það er enginn sem vill betur
vill ná betri árangri heldur kennari sem hittir börnin sín í leikskólanum 3 ára eða í grunnskólanum 7 ára, í framhaldsskólanum 16 ára, hann kemur á þetta hverjum degi til þess að gera betur og við þurfum bara að standa vörð það. Svo börnin eru þrýstingurinn á það. Algjörlega. Og þess vegna viljum við hlusta á sem raddir barna, eins og ég segi, haldi aftur vera bilaðaplattan með tölur versus bókstæfi. Við hlustum alveg eftir því að við viljum vera eitthvað stað, en það verður að vera þannig að það verði eitthvað svona samfella og þessi hlutur þessu samfélagssamtali smáatriði sem ekki gera aðalatriði. Nei, að því við viljum ekki vera þar að eftir þegar næsti ráðherra kemur eða næsta ríkisstjórn að þá förum við aftur tilbaka í eitthvað annað sem einhverjum öðrum finnst. Það kannski það sem við erum að kalla eftir. Sko. Það hefur nú svolítið verið svoleiðis á ráðherrum að hver kemur með sína töfralausn. Því miður hefur það ekki verið þannig og við förum yfir menntamálaráðherra landsins í síðustu 30 ár, þá hafa nú fæstir verið fleiri en eitt tímabil og það hefur vissulega verið þannig að við höfum verið að fara. Það hefur verið mjög mikill óstöðuleiki í sko starfi ráðuneytisins og það hefur breyst mjög hratt í gegnum þessi síðustu 30 ár, ekki bara núna, þó að sé kannski ýttara dæmi núna. Allir sem hafa fylgst með pólitík geti bara rifjað það upp. Akkurat. Að það séu dæmi og ég man eftir að var pallborði á Vísi þar sem voru fyrrverandi menntamálaráðherrar að tala stöðu skólakerfisins og mér fannst það einmitt svo hrópandi að maður þekkti áherslur hvers fyrir sig þar sem við vorum með eitthvað svona eitt sem átti að redda öllu sko. Og einhver leyti fannst manni að þetta voru sko kannski þeir sem báru sök á því að það væri kannski stefnuleysi í skólakerfinu. Herðu, en við talaðum svona þrá eftir elitisma sem að þú nefnir að gæti verið drifið áfram hugmynd afstöðu fólks. Annað að viðskiptaráð hefur svolítið drifið áfram sem hefur þá yfirlýstu stefnu að auka einkavæðingu heilbrigðis og menntakerfi og það bara að það sé betra að markari sjáum þetta heldur en opinberar stofnanir. Þannig það svona ýmis svona öfl sem að ýta áfram og gera þessa umræðu svona heita. Af því ég er ekki kennari og börnin mín eiginlega það yngsta var að klára mentó. Þannig að þetta er ekki alveg svona mitt, en ég hef svolítið verið hissa á því hvað mikil hitt í þessu og mjög ákafi mokkans í að draga upp einhverja mynd og það er mikil hitti. Og ég verið að velta þessu fyrir mér og eitt sem að mér hefur dottið í hug sem að gæti verið og ég man ekki eftir hvort það hefur nokkuð verið rætt sem að væri svona kveikja af því að vera með heita í umræðinu vegna þess að þegar það fer að ræða það á hverju börnum standa sér svona illa þá kemur oft fram að nú sé bara veruleikinn allt annar að nú sé miklu fleiri krakkar inn í skólunum sem að koma á heimilum þar sem ekki rætt íslenska, eru innflytjendur og kennarinn eru bara upptegnir á því að kenna þessum nemendum íslensku og komast og geta ekki kennt öðrum eðlisfræðina eða hvað að kenna og þetta er sagt aftur og aftur og ég hef verið að velta því fyrir mér hvort að hluti af hitanum á baku þetta sé raunverulega að draga upp þá mynd að innflytjendur krakkarnir soga til sín bara 70% af starfsgetu kennaranna og börnin okkar hvítu íslensku börnin að þau sitja uppi með, þegar við vorum í skóla, þá vorum við með 100% athygli, en núna fáum við bara 30. Ég heldur að geti verið óánægja með þá breytingu sem er orðið í samfélaginu sem hefur verið mjög hröð. Það eru 20% landsmann orðið eru að veljendu bergibrotin og lægra hlutfall meðal barna því það er svo mikið að vinnufólki sem er hérna. Heldur það geti verið? Þú ert ekki lítið pólitískur í dag. En ég held þetta er pólitísk umræð. Svo ég segi það strax, það er það sama hlutfall í skólanum okkar. Það er bara þannig að það er komið yfir 20% og það hefur verið að vaxa krakkar sem eru ekki með þennan bakgrunn. Sko það sem er auðvitað bara, við megum ekki líta framhjá því að mjög mikið í samfélaginu okkar, fjölgunin í samfélaginu, klárlega fjölgunin í skólakerfinu, byggir á því að hingað hefur flutt fólk. Og við erum sjálf innflytjendur þó þessi komin 1200 ár síðan, það er nú bara þannig sko. Og ég hef alveg sagt það að verkefni mitt er að ég kom hérna fyrst söður í Breiðholtinu, þá var ég að vinna með innflytjendabörn, en þau innflytjendabörn voru alltaf mikið að koma utan á landi, því ég var ekki eini maður sem seldi fasteign heima hjá mér og keypti mér litla blokkar í Breiðholti sko. Það voru bara öðruvísi verkefni, þá vorum við með krakkar sem voru vön miklu minni í samfélögum og vorum bara svolítið á þessum stað. Núna er þessi breyta komin upp og auðvitað er það þannig að allar rannsóknir benda á það að ríkustu þættir í
skólagöngun annars vegar bara mæting í skóla, bara hvernig þið gengur að koma í skólan, það hefur áhrif á þína niðurstöðu og svo félagslegu bakgrunn. Þetta er svo að eigu líkurnar á því að vinna í Hafnarfjörð og kaupa sér miða. Já, akkurat, það svolítið svo. Og hitt svo þessi félagslegu bakgrunn, þessi stuðningur sem þú hefur í þínu baklandi og það hefur við sem hefum unnið í skólanum bara greint alla tíð. Að bara krakkar sem að ná að búa við þannig allæti að foreldrar geti hjálpað þeim heima og þau bara munu ná betri árangri. Þetta er það eina sem hægt að segja bara óyggjandi, þetta hefur áhrif. Skárra var það nú. Já, akkurat. Og þar með liggur það hlutarins eðli að þegar við fáum inn þessa krakka sem að koma til Íslands með foreldrum sínum í þessum sútalísa sem að hluta af atvinnulífinu og í dag það orðið mikið meir það að fólk sé að koma með fjölskyldunar með sérðarfjölskyldunar að koma til þeirra frá mjög ólíkum menningarheimum og bakgrunni. Þá það svolítið þannig að við sem erum í skólanum auðvitað horfum til þess að þarna þarf að leggja meira á sig til þess að árangri heldur en hjá þeim sem hafa sterka félagslega bakgrunnin og það hefur alltaf verið mikið verkefni. Ég að spyrja, getur verið að hitin í umræðinu skólamál sé sprottin af því að það eru bara stór hluti eða þú veist, ég ekki að segja að það sé eitthvað meirluti eða það svona sem bara óannaður með þessa þróun. Já, ég vil ekki trúa því. Auðvitað ég á þessum stað að síðustu 25 árin hef ég verið í skólum þar sem að hlutfall barna með erlenda bakgrunn hefur verið mjög hátt. Við vorum í Breiðholtinu var í skólanum sem var með fyrstu móttökudeildina sínum tíma, Flytjavestur og Snæfellsnes þar sem mjög stór hluti barna af erlendum uppruna og svo kem ég aftur í Breiðholtið mitt þar sem talan nálgast 40-50%. Stjórnmálaflokkarnir sem eru óánægðir með skólana eru þeir stjórnmálaflokkar sem eru óánægðir með aukningu innflytjenda á Íslandi? Ég ætla að fá að vísa til dæmis aftur að vera svo gaman að geta verið sammála ráðherranum mínum. Hún hefur verið mjög skýr í því að okkar hlutverk á samfélaginu að búa öllum börnum betri atlæti og hún hefur verið hyglu spennt á þessa krakka sem við þurfum að gera betur í. Og mér finnst við vera komin í skólanum. Ég ætla erfitt að tjá sig einmitt þessa pólitík sem liggur fyrir utan skólana, en mér finnst við í skólunum á Íslandi komin á mjög góðan stað varðandi það að við vitum orðið hvað þarf, við vitum hvernig við viljum að hlutinni verði, en svo þurfum við auðvitað að fá betri aðföng eða betri umgjörð það, hvernig við náum árangri þar sem við erum koma með stóra hópa af krökkum sem að þurfa þess aðstoð. Það alveg orðið þannig að það hefur verið gigantísk breyting bara í kennarahópunum, hvað margir kennarar eru komnir með það bara lag hvernig við mætum þessum krökkum. Við erum að fá stöðugt stærri hópa þessara krakkin í framhaldsskólanum og margir framhaldsskólar eru komnir líka mjög langt með það að koma til móts við það að byggja þessa krakka upp inn í samfélagið okkar. Þannig að ég held að skólinn sé komin á eitthvað stað varðandi það hvort að þessi breyta sé hluti af, veit ekki, það gefur auga leið. Ef við ætlum að fara inn í eitt samræmt, miðlægt, bóklegt próf og förum aftur á þann staðinn að segja það muni skila börnum minn, þá erum við klárlega farin að fara inn í elitisma það að það er mjög virðingu svo ég held áfram að vísa. Bara spýtast innflytt þetta börnin út úr kerfinu. Og það var auðvitað það sem gerðist, Gunnar. Þetta var, við erum á að stofna nýbúa, það móttökudeild fyrir nýbúa sem er öðrum við vorum að gera það 2000 og þessi krakkar auðvitað fóruður ekki inn í samræntpróf, það var bara þannig sem þýddi það þeirra aðganga inn í skólakerfi var ekkert og við auðvitað bara sáum það, þetta voru krakkar sem buggi hverfun okkar og þau fóru bara aldrei inn í fylgir skóla, mörgir fengu vinnu, mörgir voru bara farin aftur út vegna þess að það átti ekki sér ekki stað og þetta er auðvitað bara til dæmis hlutir sem við vilja benda á og var auðvitað ein breyta í því að menn vildu segja, við verðum að fara meira, við getum ekki látið þetta eina afmarkaða próf ráða framtíð bass og ég ætla eiginlega bara að reyna að skipta hjá þeirri spurningu hvort að þetta er þessi hluta þessu starra mengi samfélög og einhvers konar elitism með þeim, Ég er bara að reyna að skilja hitan í þessari umræðu. En það má, hitin í umræðunni og það er auðvitað bara það er bara gott að tóna á þeim stað hiti í umræðinni fengist því einhvers konar að það er ástæða það er alveg hiti í mínu fólki og ég held að fara að benda það að einhver gjá sem er verið að segja sé milli einhverjar forystu og fólks er bara ekki það er ekki fótur fyrir því að fólki finnst
þetta vera komið á þann stað að þetta hafi skaðlega áhrif á vinnustað barnanna og við bara áðan var að koma að mínu viti grein sem tók vel á því hvernig birtingamynd þetta fyrir unga fólki okkar, hvort að því langar að hafa skólan sem vinnustað sem ég auðvitað bara með mikla áhyggjur af. Við greinum það að hópurinn okkar eldast og framtíðin í skólastarfinu liggur í því við fáum öflugt fólk inn í skólana sem kennarar, því að með virðingu fyrir öllum öðrum sérfræðingum sem er gott að hafa þar inni, þá þurfum við fyrst og fremst að vera með fagfólk til að taka á móti börnunum okkar í öllum skólagerðunum. Þannig að þessi hiti í umræðinni sem að snýst einhverjar einhvern veginn að reyna að versta allt sem hefur komið upp og þá einhvern veginn að reyna að finna sökudólga, leita einhverja ábyrgð, búa til einhverja svona, setja svona þessa merkimiða á skólan okkar sem að búa til krísu sem er auðvitað einn partur af pólitík og þetta er alheimspólitík, það er rétt sem þú segir. Ég er nýkomin af þingi að fundi sem sagt evrópskra kennarasamtaka þar sem að eitt aðalmáli var það að ræða við þingmenn af Evrópuþinginu þar sem var verið að fara yfir nákvæmlega svona orðræðu í mörgum löndum Evrópu að með þessi komnir á þann staðinn að gera sko vinnustæði barnan okkar þessi bitbein, þessi heitu pólitísku umræðu og ég held að það sé það versta sem við gerum. Ég held að við eigum að vera í þessu samfélagssamtali, þora að taka svona samtal og bara held áfram að benda á það að við erum alltaf til í þau samtöl. En við erum ekki alveg tilbúin að kasta frá okkur því sem við teljum vel hafa verið gert á síðustu 30 árum bara vegna þess að við einhvern veginn upplifum það sem einhverja kröfu frá einhverjum öflum. Sko. Við erum ekki alveg þar. Herðu, Magnús, gott að fá það hingað að tala skólamál og langar til þess að gera svolítið meira af því við Rauðaborðið, kannski fæ ég eitthvað aðstóð innan við það. Takk fyrir það. Takk. Herðu, en við ætlum að snúa okkur að öðru, ég man nú ekki alveg hvað er næst. Jó, við ætlum að fara upp í Ártúnsbrekku, það sem er mengun og menn er að velta fyrir sig, býtu, okkur er ekki það hluti af kosningabaráttunni, mengunin sem var að kæfa okkur hérna í alla vetur, munið þetta því, hérna í Reykjavík. Við skulum tjekka að fara upp í Ártúnsbrekku og hósta. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.